Já, það fínt að láta sem heilsa okkur á þessum fallega miðvikudegi sem örugglega 1. janúar. Allan komin áramót og allir búin að keyra vel í sig og svona. Áramóta special, það ekki fjölmenn það mikið meira, en það komið góði gestir í stúdíóið. Það Hildur Lofts og Benedikt Gylfi. Yes sir. Gaman að fá okkur, krakkar. Takk fyrir. Hildur, finnst ekki gaman að vera komin, eða? Gekja. Já, þannig að við þurfum að feika að sé komið nýtt ár þó að þetta sé visslega tekið upp fyrir jól. En hvernig voru áramótin, krakkar? Var það fín? Ekkert spes. Ekkert spes. Nei, nú er náttúrulega árið svona að klárast. Þeir eru bara mjög virk. Benni, þú er náttúrulega bara mjög virkur. Þú veit virkasti boksari landsins á þessu ári. Hildur einhvern veginn svona komið sér vel á korti allan í mínum bókum, sorry Hildur. En bara kom mjög öflug inn á kortið einhvern veginn, lét taka eftir sér með viðregnum gegn Eriku Nótt og svona. Þannig að geðveikt gaman að fá okkur í þáttinn. Þannig að kannski byrjum á þér, Benni, bara hvernig árið búið að vera? Það bara búið að vera fínt. Kepti báðum bikarmótum. Já. Eins marga bardaga ég gat, en ég fekk ekki 3 bardaga, bæði skiptin, móti andstæðinum. Svo kepti ég á Víðovre í Danmörku, svona lítið mót. Gott svona bara fara út, stay active, keppa við erlenda. Svo keppti ég á NM helgina eftir það. Svo finna ég aðeins og svo fór ég svo keppti ég EM móti Alex, til Noregs í sumar, aftur bikarmótið, svo Hilleröð. Fekk ekki bardaga í Noregi svo helgina eftir það og svo var það bara búið að vera pása síðan. Ok, hvað það margir bardagar? 13. 13 bardagar? Já. Á 12 mánuði? Já, 11. Er það ekki djöfis kynsla eða? Jú, það enginn á Íslandi sem keppir eins mikið á við. Nei, er það staðfest bara, þú ert virkast í bóksari landsins? Ég held það, það ekki, ég veit ekki á neinu sem að keppa meir en ég. Nei, ekki heldur svo sem, mér finnst þú bara að vera okkur einasta móti, sko. Ég alltaf var að taka viðtal við þig, sko. Nei, það ekki að segja að vinna eitthvað svaka. Nei, ég skilji, þú átti samt átti flottan Icebox bardaga. Ég er svona að reyna að rifja upp svona hvað mér fannst standa upp úr, sko. Svo bara stuðu sama gauðir eftir Iceboxi eða fórstu út í Noreg. Já, ég eldi hann heim og keppti við hann þar. Já. Og tapaði það líka. Það hefur andraðið eftir vendurinn sem er. Það var hörku gæi. Já, Dimitrov. Já, shit. Hann ætlaði að keppa NM og ég hefði örugglega mætt honum þar, en braut á sér hendina og var bara svona byrja að koma sér aftur í gírinn og keppur Icebox móti mér og keppur sér næsta helgina aftur á móti mér. Svo horfði ég á hann á King of the Ring daginn, keppti 2 svar, góður bardagar, en keppti móti alveg erfið mannstæðing og tapaði í úrslitum. Ok, hann er mjög efnilegu gæi. Já, shit, hvað ekki við fast líka. Já. Það ógeðslegt. Shit. En þú Heldur, hvernig var árið? Það var mjög gott, sko. Já. 4 bardagar eða hvað? Já, ég held það. Heldur það? Já, 4. Keppti móti Eriku á bikarmótinu. Já. 1 bardaga. Og síðan fekk ég ekki 3. En fyrsti þá, út ég var bara að byrja að æfa aftur. Eða eitthvað, ég manna ekki. Þú tókstu alveg pásu frá æfingum líka, bara keppni? Eða ég var nýbúin að skipta, ég var ekki eiginlega búin að æfa yfir sumar svona með þjálfara. Ég skipti alltaf yfir í HF og ég ætlaði bara að vera þar, þú veist, út af því ég gat ekki mætt að æfingar í HR út af því að ég var að vinna. Þannig ég mætti HF og síðan líka með það, en ég var ekki búin að æfa neitt með þjálfara, þannig ég gat ekki, þú veist, fara að keppa og ég var ekki búin að keppa í ár. Þannig tókum frekar annað bikarmótið, bardaga nr. 2 og já, og síðan keppti ég með Icebox. Já, við Eriku Nótt. Já. Sem var hörku viðregn. Það var svakalegt. Þannig að við keppti 2 við Eriku, var þetta 2 splittir season eða? Já. Já. Hversu tæft, sko? Núna Erika náttúrulega eins og fræktur orðið, Norðurlandameistari. Þú 2 splittir season töp, mjög kontroversial töp. Þú veist, líður svona eins og þú eigi tilkall í, þú veist, í Norðurlandamótið og svona Ég hef farið á NM og ég var mjög close bardaga. Já. 2003. Já, sýni hvað ég veit lítið maður. Já. Mjög close bardaga við Cecilia, hún með, þú veist, held ég 40 bardaga en að boxrek, sko. Já, ok, nice. Og það, var það bara í top 8 undur úrslitum? Úrslitum. Já, ok, þannig að þú átt úrslita viðureign á NM. Já, hún keppti á móti
þetta var sko, við vorum 3 í flokk. Hún keppti á móti, man ekki hvað hann heitir, stelpu sem ég hef unnið 2 sinnum og vann hana í undanúrslitum, sem fór ég á móti henni í úrslitum. Og það var, ég minna að hún vann fyrstu, eða svona, það var close fyrsta lóta, síðan vann ég aðra lótuna og síðan vann hún 3. lótuna. Já, þannig að þessi fyrsta lóta sem svona split lótan. Já, en hún, það var samt alveg, hún vann, samkvæmt dómurum fyrstu, eða split, held ég. Já. Ég manna ekki alveg. Nei. En hún vann 3. lótuna. Já. Og ég vann aðra. Þannig að þú veist, já. Ég hef alveg getið verið Norrlandameistari, sko. Já. Fengið svona smjörþefinn að því. Damn, close. Þetta það hægt maður. En hvernig er það með bífið? Ok, ég ætla ekki að kalla bífið, sko. Mér langar að kalla bífið, af því við byrjum svona láta eins og það væri bíf. Já. Það væri svona Hildur Loft sem móti Erika Nótt, svona hver rauninni boxdrottning Íslands. Þú veist, þetta bíf? Þið hættir að berjast? Ætlaði að mætast aftur? Mér langar alveg að keppa við hann aftur, sko, því mér finnst ekki að ég tapa móti henni þótt hún sé Norrlandameistari, sko. Nei. Hvað sagðirðu? Finnst þér ekki... Mér finnst ég eigi ekki að tapa móti henni. Nei. Já. Þú finnst það eins og sérstæðlega með hana, þú veist, þú getur unnið hana á góðan degi. Já. Eða ekki góðan degi. Hvaða degi sem er? Já, hvaða degi sem er. Ok, shots fired. Já, það hljóma samt eins og það sé, sko... Það ekkert bíf, samt. Nei, það ekki bíf. Nei, við erum saman í skóla, við erum aft saman náttúrulega lengi. Þið saman í skóla? Já. Borðið þið nesti saman? Nei. Ok, hittist þið í frímínútum? Nei. Það hljómar eins og bíf. Já, fyrir mér. Fyrir mér hljómar eins og bíf. Takk einhverja tíma saman. Já, við vorum saman í tíma. Sátu hlið við hlið? Já, byrjun annar, afnalega. En svo kom bífið. En svo, ok, í byrjun annarina þá sátu þið saman. Já. En svo leið á önnina og þá hættu að sitja saman. Nei, við vorum í hópaverkefni síðan, þannig við sátum ekki saman. Mér finnst eins og þú sést að láta eins og þetta sé ekki bíf, en þið er klárlega bíf. Af því voru ekki saman í hóp. Það kemur að setja okkur í sig. Ok. Allt í lagi. Það er ekkert bíf, sko. Það er ekkert bíf. Þetta var fyrri barðan ykkar, hann var umdeildur. Voru margir Erika vann hann á split og margir sem að vildu meina þú að runnið hann og maður heyrði eitthvað að það var með þess að tala um eitthvað, einhverju vildu kæra þetta og eitthvað. Hvernig fannst þér sjálfri þetta vera? Ég veist ég vinna. Þið veist ég vinna? Já. En á, Bara skuldlaust? Þú veist, þetta var náttúrulega bara close bardaði, skilurðu, en mér fannst þetta takan. Þú veist, hausinn hennar var hinum megin, sko, í salnum, sko. Var hausinn hennar hinum megin í salnum? Heppin að vera ennþá fastur á, kannski. Já. Hvernig er þetta ekki bíf? Nei, þú veist, en þetta er náttúrulega sport, skilurðu. Þetta vill ég vinna, skilurðu. En það skiptir enga máli hvort ég vinni eða ekki, þetta byggja mótið á Íslandi, sko. En ef þetta væri, I don't know, heimsmeistaramótið eða eitthvað, þá væri þetta eitthvað. Ef það væri heimsmeistaramótið á Íslandi og þá... Já. Þá væri það meira undir. Nei, þú skilji, ef þetta væri stærra, þá væri mér meira sama. Já, ég skilji. En ok, byggamótið á Íslandi ekki nógu merkilegt, þegar svona bíf og kveikja elda, skilur við. En hvað, þú veist, ert það að stefna á eitthvað stærra, þú veist, á næsta ári? Mér langar frá NM. Á þessu ári? Mér langar frá NM. Já. En þetta er náttúrulega, við erum fyrsta ári í Elite, þannig kannski, ég veit það ekki. Fyrsta ári í Elite? Elite. Já. Þannig að þú veist, það er yfirleitt ekki að maður byrja eitthvað ógstært, skilur við. En mér langar NM. Og síðan er ég að fara að Golden Girl núna náttúrulega í þessum mánuði, janúar. I like your style. Já, þannig að það er bara beint inn í Golden Girl. Já. Það var einhver sem kvíslaði mér þegar við varum að fara saman á Golden Girl. Ég held að hún sé ekki að fara. Nei, ég myndi þú og Benni. Já, ég Benni, já, við Golden Girl. Ég er að taka góða ásökun til þess að fara út og þú veist, hvetja á að fylgjast með og svoleiðis með því að bara keppa á mótinu sem er gert fyrr. Að þetta er round-droppin, það er bara, þú veist, það er ekki upp, þetta er ekki eitthvað svaka titill. Þetta er bara þyngdarflokkar og svona pre-show og þetta er svona í pásum á milli hringja, þú veist, þetta eru 3 hringir í einum sal og þú veist, það er gert pásur þannig að dómararnir missa ekki vitið. En þá koma aðri dómarar held ég og þú veist, þá eru kallabarta þarna á milli og ég skráði mig í eliteflokkinn þar. Já, inn í Golden Girl mótinu. Já, þetta er round-droppin. Ertu að segja mér að ég geti fengið tækifæri til þess að skrifa inn á MA-fréttir Benedikt Gylfi með sterkan sigur inn á Golden Girl? Round-droppin? Já, þetta er round-droppin á Golden Girl. Þetta er í rauninni kallað sko round-droppin King of the Ring af því að þetta er ekki á King of the Ring, skilur við. En þú veist að þetta er á Golden Girl?
Já. Við kallum þetta bara Golden Girl. Ég neita því ekkert, sko. Ég tek allir Golden Girl meistari. Já, ég mjög spenntur. Þannig að þetta góð afsöngum fyrir þig að fara út að keppa. Nei, fara út að hvetja, skilur, og fá barða í leiðinni. En þið færi samt líka alveg, hann færi örugglega 4 barða eða eitthvað. Já, 3 barða. Við erum 4 í flokk og það er eitt sem ég finn ekki neitt inn á boxa eitthvað en eru svoleiðis. Síðan eitt finnskur þarna sem er alveg lúkar frekar sterkur. Búinn að vera að keppa Olympísk síðan 2019, sko. Hefur unnið Hilleröð 2 sem ég hef aldrei gert. Þannig að ég mjög líklegt að ég keppi við hann. Síðan er einhverjir frá Svíþjóð sem ég veit ekkert og ég man ekki hver hinn var. Hann er Breti. Þeir heita The Maya Brothers inn á Instagram. Við erum með eitthvað 15,000 followers eða eitthvað. The Maya Brothers? Já, þeir eru 2 tvíburar eða eitthvað sem að keppa í boxi og þeir eru með svona joint Instagram. Það er eða lúðalegt. Það er ferlega lúðalegt. Við veist allt svona joint Instagram, joint Facebook. Ferlega lúðalegt. En kannski það er bara geðið tætt með bróðinum að þá er það bara... Já, kannski, en þessi vídeo ég horfa á nokkur er ekkert eiginlega corny. Reyndar sko... When you win your fight and your bro is next. Það er bara... ekkert eiginlega corny. Það er hryggilegt. Reyndar byggið, þegar hann segir það sko, ef að þið langar til að gera sameiginlegt Facebook að Instagram með mér, þá er ég alveg down to clown. Eru þið ekki með sameiginlegt í fimmturlótunni, eða? Jó, ég er svona lörkar. Byggir sér þetta og ég er svona... skoða svona hvað hann er að texta og sexta og svona. Ég fylgist aðeins með þessu sko. Byggja að reyna að nota gælurna með Instagram-akkantunum eða? Hvað segir þið? Ertu að reyna að fá einhverja gælur eða eitthvað? Já, í gegnum 50 lótu. Já, í gegnum 50 lótu-akkantun. Við skulum nú ekki hafa hátt með það hér sko. Mest alltaf, já, fyrir gaurar sko. Það er bara fín, Byggja það bara fín. I don't judge. Nei, það gerir það engin. En sko, núna eins og fræktur orðið sko, ef við vippum í séð hirt hotnið, en með maður séð hirt hotnið, það eru þeir náttúrulega kærustupar. Já. Ég eins og þið töluðu mjög professionally eftir fyrsta bikarmóti. Tölum við það? Hildur er skotin í Benna. Grown ass man. Þetta er okkar þáttur, við grillum ykkur, ekki vice versa. Nei, það er frjálst flæði af... Þetta er mutual grilling. Þetta er mutual grilling. Þetta hljómar samt alveg eins og eitthvað sem Biggi myndi segja, sko. Hann sagði þetta. Þið eru með þetta on record inn á Spotify. En getur við fengið að staðfest, er Hildur skotin í Benna? Það er bara þögn. Já, hún getur hvorki staðfest eða neitað. Ok, geggjað. En sko, það er sko góð 10% hlustenda fimmtulótunar eru konur og það er elska góða ástarsögu. Þannig að svona, hvernig byrjaði þetta? Hann gerði nú ekki neitt. Hvernig? Það er sko, greinilega, ég sko, já, þú veist, þetta var bara, hún er í skóla með félaga mínum. Já. Og hún var eitthvað að fíblast í honum, eða fíblast, greinilega ekki. Ég þekkt hann, skilurðu, úr bóksinu. Hún veit hver ég er út úr bóksinu. Já, þetta frægur, virkast í bóksinu. Já, og ég, þú veist, hún greinilega eitthvað, eftir að Haffi keppti á Icebox móti Alexander Irving, fór ég eitthvað upp í standarna til félaga mína, sem voru eitthvað að veðja eitthvað svona, Alexander er að fara að vinna, því þeir hafa séð hann keppa áður. Ég er svona strákar. En þeir voru eitthvað að veðja það, sem hleyp ég upp og bara svona strákar. Haffi er besti bóksarinn á Íslandi. Mér finnst það. Og hún var greinilega að sitja hann nálægt. Ekki? I'll go on, yeah. Já, ok. Síðan nokkrum mánuðum setna, bara í mars eða eitthvað, eða febrúar, sent í febrúar, þá fekk hún loksins eitthvað, hún var búið heim til hennar í spilakvöld og eitthvað með hópnum og þetta slæmti það. Já, þetta er mjög slæmt. Þú verður að hafa geima puttan í nefinu bara. Nei, takk. En já, þá fekk ég fyrir spilakvöld og svo helgin eftir það vorum við í bíó, ennþá hópur. Síðan fórum við einhvern göngutúr saman og já, ekkert eitthvað. Nú hristir hún hausinn. Versta göngutúr, sko. Það var svo mikið rigning, sko. Ég var rennandi blöyt, sko. Hún þorði ekki að segja svona, ég var að fara inn. Og ég var sko að gista mjög ömmu minni, þannig ég ætla ekkert eitthvað. Amma, sjáðu. Amma, sjáðu. Þannig við löpum bara út í sko það var bara fínt veður þegar við byrjuðum að lappa. Já.
síðan allt, þú veist þannig, ég tók ekki húfu og ég tók lélega úlpu og eitthvað síðan allt í einu bara springur niður rigning sko og bara við vorum úti í svona 2 tíma bara að lappa einhvers staðar í Hafnarfirðinum. Það er mjög rómó. Já. Það er bara þetta er svona eitthvað svona notebook moment svona. Já, eftir að horfa á það notebook. Já, ok, geggja reference. Ertu sammála þessari frásögn, Hildur? Ertu að þú varst eitthvað að hrista hausinn? Já, ég man ekki eftir þessu Icebox alveg svona, sko. Nei, mér varst mjög furðulegt þessi saga hafi byrjað á Icebox. Ég væri bara að hlusta á hann. Nei. Mér skildist það, svo að byrja þér. Nei, hann kom að tala við mig. Á Icebox? Já. Benni. Heyrðu það, nýbúið að kýla mig hana, við skulum. Já, þannig að Benni, hann kom og spjallaði við þig á Icebox. Já, eitthvað smá. Já, eitthvað smá, og þú bara, what a catch. Hann fullir sjálfstraust eftir sigur á Icebox eitthvað? Ég tapaði. Þú tapaðir? Ég er sigraður á Icebox. Já, þetta var á móti Dimitro. Er þetta á móti? Nei. Þetta var á móti Eyþóri. Já. Þetta var síðast ári. Þetta var alveg síðast ári, sko. Já, ok. Já, það er langt sinni að byrja saman. Nei, við byrjuðum saman samt í apríl. Apríl þess ári? Síðast ári? Já, síðast ári. Ok, geggjað. Þannig að Benni kemur gjörsigraður eftir Icebox, upp í stúku, fyrir að rakka niður ykkur gæja á svona 1 orð við þig og þú bara, he's a keeper og bara apríl eftir það. Þetta var í Icebox, það var október, nóvember. Já. Síðan tölum ég bara eitthvað svona í vinans, hvað er Benni, skilur við og síðan heitust við Það tók hann hálft ár að drulla sig til að gera eitthvað. Ég vissi ekki að það væri neitt. Tók Benni hálft ár að draga það út í rigninguna út að lappa. Það er mjög cute, sko. Já, alltaf ekki. Já. Samt að ég hafi spurt hann, sko. Hvernig hann vildi koma út að lappa? He did nothing, sko. Já, ég ger ekki neitt. Beidu, kemur Hildur bara eins og eitthvað svona vinnuhestur og bara þarf að vinna fyrir þessu öllu saman eitthvað. Draga þau Hafnarfjörðinn í 2 tíma. Já, svona. Það er geggjað. Ok, og þú vildir náttúrulega ekki bjóða hann heim til ömmuðinnar og taka einhverja sýningaferð og eitthvað. Þetta er mjög cute saga. Veitu, hvað gömul? 18. Ég er 17 að verða 18 eftir 11 daga. Já, þetta er skemmtilegur aldur. Núna ég er 35 ára, sko, ég er svona horfa á okkur og svona, já, þetta er skemmtilegur aldur. To be young. To be young. Ég held ég með þetta Nonni er náttúrulega born late 1900s, hérna. Mjög skemmtileg leið til þess að orða það. Já, mjög skemmtileg leið. Mér leiði þess að ég væri orðinn einhver antigripur í smá tíma. En svona þegar ég hugsa tilbaka, sko, þegar ég var að byrja með fyrstu kærastunni minni, sko, þá var einmitt svona að byrja á svona vandrarlegum göngutúrum sem fór ekki að fara neitt og enginn gerði neitt einhvern veginn og svona, hvað, sko, þetta iðnaðarsvæði hérna bara. Flott, ég elska iðnaðarsvæði. Svona vonlaust dæmi. En geggjað, Hann gaf mér einu sinni, hann spurði hvað hlustar tónlist? Ég sagði, nei, ég hlusta ekki tónlist. Ég sagði ég hlusta tónlist. Já, ok. Hann sagði, hvað er með einhverja plötu? Ég fór á Spotify, fann einhverja plötu og sendi hann út. Ég hlusta ekkert tónlist. Hann hlustaði allar plötuna. Ég er mikill tónlistar aðdáðandi. Ég var bara svona trying to make conversation og bara, þú veist, bara gera eitthvað, bara spjalla eitthvað. Mér leiðist í skólanum og bara reyna að fá líka einhverja tónlist út úr því. Ég fæ bara einhverja Louis Capaldi plötu sem ég hlusta á, eða svona eins og hlusta á Greatest Hits album eða eitthvað. Síðan frétti ég svona 3 mánuðum sinna, já, ég hef aldrei hlustað á þessa plötu. Hún reyndi, en leið svo illa, hún reyndi að hlusta á plötuna sama daginn, hún hætti eftir fyrsta lagið eða eitthvað. Já, þetta er ekki þitt jam. Nei, ég hlusta ekki tónlist. Nei, en bara hlusta ekki á neina tónlist? Nei, ekki. En ég hef alveg séð þig með írbötu í eyrunum, hvað er þetta bara fyrir lúkið þá? Ég hlusta ekki tónlist, ekkert. Ekki neitt? Nei, nefnum bara þú veist, þegar hann setja tónlist eitthvað tíma. Já, og þú veist bara, já, ok, bara tónlist. Og áttir þú enga svona uppáhalds tónlistategund? Nei, ekkert. Þú ert bara að berja fólk og allt annað? Hún elskar church music. Church music? Það er sko reyna tónlist. Hidden gem, sko, hún elskar church music. Bara svona gospel, en ekki bara venjulegt gospel, það þarf að vera kór. Já. Svona Baptist Church. Henni langar ekki að segja orðið. Erum við að tala um svona, þú veist, 20 svarta konur saman? Já. Nákvæmlega það. Já, ég skil það, sko. En ég gæti aldrei farið bara inn á Spotify og bara church music. Ok, það er þetta hreiklega skemmtilegt. Ok, það er gaman að fá þetta hreint, sko. Ég er búin að velta þessu mikið fyrir mér. Hvað hún að hlusta á aðra hún keppir? Já, og aðalega, sko, hvernig þið byrjuðu saman. Já, ok. Ég hefði einhvern veginn haldið að, sko, þið verandi 2 bókstafar, að þið hefðu svona,
eitthvað svona lagt kannski til, svona, hefur takkið æfingu saman eða eitthvað? Ég tala ekki við neitt í boxi, sko. Ég svo feimin, sko. Já, ég hef kynst því, sko, að þú pín feimin. Einhvern veginn þegar ég hengdi að eitthvað póster á bakið að þér og ég bara, núna hlýtur hún að snúa sig við og bara, heyrðu gamli, takk þetta af. En Hildur bara, já, ég bara held áfram að æfa, eða eitthvað. Og ég var bara, póster á bakið og 10 mínútur eða eitthvað. Ég var bara, ok. Það var þetta mjög gott. Þannig að þú vannst fyrir sambandinu, hlustar ekki á neinum tónlist. Nei. Já. Nema Black Church Music. Black Church Music. Ok, það fucking stíl maður. En þú, ertu bara ennþá í Lewis Capaldi? Nei, ég dekka aldrei einhvern veginn plötuna. Nei. Samt hlustaði á hana, ég púsaði í gegn. Af því ég vildi hafa skoðun á þessu. Já. Þýtti ekki neitt. Einmitt. Menn hafa sungið, sko, allt fyrir ástina. Og maður lætur sig hafa margt, sko. Ok, það bara geggjað. Þetta er svona aðal umræðefni sem ég er spenntur fyrir, sko. Að vita hvernig þetta þróast. En hvað held að sé langt þangað til þið trúlóðist? Vá. Ég er bara, I'm a straight shooter. Já. Sést. Ok, sorry. Ég er bara ekki hugmynd. Nei, það er bara, ekki láta Hildi vinna fyrir því, hún er bara að vinna svo. Já, kannski. En hvernig hafið eitthvað boxað hvern annan og hvernig hvort annan? Hvort annað og hvernig svona kýla kæristuna sína? Þú ekki að segja þessi eitthvað gott en þetta er ekkert eitthvað öðruvísi frá því að kýla frá því að bara vera að leika sér í sparrið við einhvern annan. Við erum náttúrulega ekki að fara bara á æfingu og uppbytun í hálftíma og síðan fara upp í hringin og bara hard sparra 3 lótur en við höfum alveg hreyft okkur upp í hring. Bara bóksaðu hvort annað, það er bara gaman. Já. En þetta er hún sem meði mig meira en ég með hana, sko. Já, ég trúi því, sko. Já, það er líka... Það er harkaði sem þrist. Hvað myndir þið að vera besta höggið hennar, Hildar? Hún er sko með mjög underrated þrist. Og svona sama gildi fyrir vinstri krókinn í lifrið. Þannig að það er vinstri hendin? Já. Hvað er besta höggið hans spenna? Örugglega bara öll bodyhug, sko. Öll bodyhug? Áhuga. Ég hef aldrei séð neitt taka jafn marga. Við fórum að sparra í VPC og hann sparraði einhver 4 daga, allir voru illt í maðurinn, sko. Jaha. Hann hefur ekki nelt í mig, sko, jú einu sinni, en þá vorum við að Muay Thai sparra. Muay Thai sparra? Með spörkum og eitthvað? Já, bara fyrir gaman. Ok. Við erum ennþá maður á sköpunginum og alls konar. Þessi bardagapur eru náttúrulega bara ekki eðlileg, sko. Það er gaman, sko. Við viljum bara einhvern tíma í einhvern pröfutíma eða eitthvað. Já. Næsta íþjóðin til þess að dominata, fara 12-12 í. Já. Hefur eitthvað pælt í að fara, hafið pælt í að fara ykkur úr bóksinu og fara í Muay Thai eða Jiu-Jitsu eða eitthvað? Nei, ekki fyrir þetta, en þú veist bara til gamans. Þú veist, ég myndi aldrei fara úr bóksi. Hef ekkert betra í lífunum minni, sko, til þess að gera, sem sagt. Nei. Hvað er þú búin að vera að æfa bóks lengi? Mér minni, sko, þegar ég sá því fyrst skipti, sko, þá var maður svona, þetta er nú svona gæi sem að hingu verið í Fortnite, sko, og eitthvað svona, en svo varstu bara vel stæltur og góðu bóksari, sko. Við mér langar að vita, hvenær sástu mig fyrst? Mér vil vita svona hvaða, hvenær? Ætla það ekki bara verið, snemma á síðast ári eða í desember eða eitthvað, ég manna ekki. Já, ég ætla ekki að segja bardaðarnir mér eitthvað svakalega skemmtilegir. Já, ég manna ekki. Mér finnst alltaf bardaðarnir hafa verið mjög skemmtilegir. Ég er svona fyrstu kynni mín að þér voru 2 eða jafnvel 3 bardaðar Armadas. Já, 2, já. Sem voru alltaf ekki skemmtilegir, sko. Já, það var gaman. Það voru góði fights. En þú veist, fyrsti bardaði minn, þú veist, meðal annars var sko bara, ég ánægði að segja ekki neitt vídeo á honum, já, eitthvað svona 2 mínúta klipp á honum, þú veist, mismunandi lótur og þetta er bara leiðilegast það sem ég á ævi minni horft á. Já. Úps. Já, en ég byrjaði að æfa fyrir sko 3 árum og byrjaði að keppa á seinasta ári. Það er alveg mjög vel gert. Með eitthvað virku bóksari, góðu bóksari, komin í landsliði keppir á NM alltaf 3 árum. Já. Áttu bara heima niður í gymmi eða hvernig það? Það var mjög mikið svoleiðis, sko. Ég bara mætti þarna kringum 4, bara beint eftir skóla til þess að þjálfa. Svo æði ég bara, síðan var ég mikið bara að hanga upp í gymmi. Þú veist, ég hafði ekkert betra að gera. Nennti ekkert að fara heim að læra.
Þannig ég satt bara upp í gimmi og spjallaði bara við Arnór og Alex. Já. Sérstaklega með áherslu á seinasta ári, sko. Það var bara á hverjum degi mætti ég 4 og var farin heim svona 10. Það fucking commitment. Þú ert mættilega bara að hanga og vera að hluta gymminu og... Já, það er frekar heldur en að fara heim og hanga á TikTok í 2 tíma. Og spjalla við Arnór eða eitthvað, horfa á einhvern bardaga. Miklu skemmtilegra. Alltaf Arnór elskar að horfa á bardaga, sko. Já. Og spjalla. Já. Og brása svona hvað hann gæti verið að horfa á. Já, mikið líka fyrir að spá í bara svona á random degi að gæna bara verið að hugsa út í hvort að bókstafnir hans geti gert eitthvað. Í gær vorum ég og Alex á einu æfingu og hann spurði bara eftir æfinguna við erum að gera core en við áttum að fara að klára core og hann bara svona, eða strákar komið upp í hringa þess kunnið að gera kottnís síðan tökum við bara svona 10 minúta segment að gera kottnís það er bara svona, ok, fyrir að klára apps alveg í stað bara því að Arnór vildi taka ykkur í svona random kottnís session já, hann vildi sjá hversu athletic við erum og mældi það með kottnísum það er bara að sjá hvað það getur gett kottnís hann hefði sko verið, honum er alveg sama áttu við ef við getum það, hvort við getum það vel eða ekki en það er bara svona ef við getum ekki farið í kottnís þá er smá svona það er smá vandamál á höndunum þar já, ég skil getið þið bæðið farið í kottnís? Já. Vel gert landsliðið sterkt maður já djúli landsliðið sterkt já, hérna, en þú Hildur, þú veist, þú náttúrulega varst í World Class Boxing Academy með þinni bestu vinkonu Já. Og skólafélaga og nestisfélaga hérna, færið þér upp í HFH hvernig er að transitiona svona milli gymna og þú veist Þetta var mjög gott transition það er mjög gott transition já, er það fílaði meira í HFH eða? Já, miklu Hvað finnst þið vera svona mestu munur? Bara andinn Já, andinn Já, það er miklu svona meira chill sko, eða þú veist, maður er að æfa Já Er það minna gym og kannski meira svona fjölskyldu stemming eitthvað svona? Líka svona verið að einblína að hverjum einum út af því að HR er mjög stórt sko og já, ég fíla ekki alveg hvernig bara þjálfa þar Nei og svona, maður fælti kannski meira inn í fjöldan og svona, þú veist Já, og líka bara svona mér fannst líka bara að vera svona ósað stopp en það er kannski út af því að ég var að taka pásu skilur, getur verið það Já Hvað var til þessu og ákvæmst að taka pásu? Ég er með svo mikið OCD. OCD? Hvernig brýst það út? Bara svona að gera hluti endalaust og það kemur meira með stressi og að mér var svo stressuð í HR einhvern veginn út af andunum, ég veit ekki. Ég fór ekki í HFA út af penna. Það var raun. Sko tilbaka á einhvern og... Já, það var einhver sem sagði það Það var þá bara að fara með 2 röngfærslur hérna í þættinum eitt mann. Já, Davíð og... Já, Davíð sagði, já, og maður alltaf komið með kærasta í Hafnarfirðinum og það meikaði allt sens. Já. Og já, Davíð gerði okkur á fíbli og sagði, gerði okkur á fíbli? Já, við uppum þetta eftir honum. Að hérna, það er alltaf 1-1 í Icebox milli þín og Erikunótt. En það var farið með röngfærslu þegar hann sagði að Erikunótt hafði unnið. Stuðaði þið svolítið þegar... Já, mjög pyrruð. Það var mjög pyrruð. Ég segi á því svona... Það er svona eins og að við sé bara svona að reyna að hæpa hana upp, skiljum. Eða svona... Já. Hún hefur alltaf unnið mig, bara svona... Nei. Já. Hún hefur það ekki, skiljum. Staðan er 5-4. Nei, það er... 5. Sko, þetta á ekki að vera staðan. Ok. En þetta er 4... 4-6. 6-4. Já, 6-4. 6-4, já. En mér fannst ég vinna þessi 2 barða, en það skiptir ekki máli. Ok. En það er 6-4 í hinn áttina í einhvernum bókum. Allan mínum, sko. Allan þínum bókum. Nú tók maður eftir að þú var svolítið pyrruð eftir Icebox barðaðan. Er þetta ennþá buggaði svona mikið? Nei, þú veist þetta buggaði mig ennþá. En þetta er ekkert eitthvað. Ég er ekkert eitthvað alltaf öskrandi út af þessu. Nei, kannski þetta bara. Þetta skiptir ekki rauninni engu máli. Þetta Icebox er bara klúbumót og þessi miklu fleiri áhörundur, skilur við. En þetta er ekki titill og þetta gildir ekkert í neitt. En þetta er alltaf pirrandi. Já. Þetta er flottast mótið, skilur við. Þetta er svona prestigious. Þannig að þetta er skemmtilegt, skilur við. Já. Þannig að hérna, já, ég skildi. En ég man eftir sko hérna verður þér oft heiti hamsi eða? Að hérna, ég var ekki viss hvort að hérna hvort það væri bara alltaf svona pirruð eða hvort það væri bara svona mikið passion, skilur við. En ég mætti hérna aðeins eftir. Ég verð ekki svona pirruð úti. Nema á Hilleröð síðast, það væri mjög pirruð. Það var svo pirruð.
Já, það er eina. Það annars split decision eitthvað? Nei. Hvað gerist það? Það var því ég var bara, þú veist, ég var búin að æfa ógeðslega vel og allt, þú veist, bara mjög gott, skilurðu. Og svo lendi ég pínu litlum hring og gameplanið mitt var að, þú veist, vera að hreyfa mig og múva hringinn, svona eins og Icebox eiginlega. En ég lendi í svo litlu hring að ég get ekki múva, hún sendir í miðjun á hringunum, samt er hún að hitta mig. Og því sé ég í köðlunum, sko. Þannig að bara mega enga sens. Þannig ég gafst upp. Gafstu? Já. Sæði bara takk og bless? Jú. Í hvaða lútu? Annarri. Í annarri lútu? Varstu bara Ég var bara, nei, I ain't doing this, sko. Ég var svo pirruð að það bara hefði ekkert verið gott fyrir mig. Hjálminn var að baka mig, hringurinn var að hefðast. Já. Ég hefði getið að tekja stelpu. Ég er að fara á mótinni í Golden Girl. Sjáum það. Ok, það er mjög skemmtilegt. Er það staðvist bara? Er komin... Hún er í flokknum mínum. Já. Og ég held að hún sé ekkert mjög að, þú veist, 100 barða og ég held að hinar skellur sem er í flokknum séu með aðeins fleiri barða þannig. Og við erum 5 árna sem er komið. Þannig að verður líklega skipt, þú veist, í 2. Og ég held að við munum, vonandi, lenda saman. Já, þetta er svona pínu óskikja kannski að þið lendi på því saman. En þú bara buffar allar þessar stelpur þá mætir henni og bara... Mér langar að fara móti henni. Já, hún veit það ekki en hún er komin í ykkur svarta bók hérna á Íslandi. Og það er bara eitthvað death note og vesen sko. Shit, ok, ég fíla það. En já, mér varst mjög gaman þegar ég mætti þér á Icebox síðast og þú varst bara lyfti mér í podcastið, ég hluti að segja. Og það var bara, ég held að þú ætti bara fáið vasklas og býða í svona mánuð allavega. Það var hrygglega skemmtilegt. En þú ert að fara í Elite í næsta ári, á næsta ári. Hvað breytist svona í, þú veist, hvað breytist bardalega séð þegar þú ferð í Elite? Þið eru ennþá með hjálma og... Já, ég er ennþá með hjálm. Ég get bara í gamla konur. Það er eina. Eru fleiri andstæðingar fyrir þig? Já, það eru fleiri, sko, held ég. Ekki kannski Íslandi, en þú veist, það er bara Erika. Já. En ég held að sé... Já, það eru fleiri úti, sko. Ekki hérna heima, hvað? Nei, ég held ekki. Þú veist, er það bara að maður verður 18 ára og þetta maður sjálfkrafa í Elite-flokk eða? Á 19. ári. Á 19. ári, já. Þú veist, þú verður 18 ára og síðan... Já, þú veist, þannig til dæmis þeir sem verða 18 ára í janúar, þeir eru búin að vera, þú veist, 18 ára. Þú veist, þeir eru actually að verða 19 ára. Þú veist, ég verð mjög ferskur 18 ára þegar ég fer í Elite, sko. Ég er bara 9 ára 18 þá. Já. Árið sem maður verður 19 þá byrjar maður bara í janúar. Þá er það bara Elite. Já, ok, það er svolítið skemmtilegt. Saman hvort það sé, þú veist, í janúar eða bara 31. desember. Hlakkar þú til að losa þig við höfuðhlífarnar og... Já, ég er meira spenna í því, finnst mér. Ég er svona, það er svona, á vikunni skipta það svona, shit, ég er að taka mig hjálminn. Síðan næstu vikunni er það bara svona, fuck, já. Hver er þín skoðun bara á hjálminu? Það eru skipta skoðanir, þú veist, hvort það virki yfir höfuð. Þú veist, ég veit að mér sjálfum finnst bara að hausinn minn vera stærra skotmark þegar ég er með svona hjálm á mér. Hver er þín skoðun á þessu? Mér finnst það bara mjög svipað þinni. Bara þetta er stærra skotmark og þú veist, það er sannað, allavega í mínum bókum, að maður er meira, þú veist, maður reynir meira að þú veist, það er svona, ég er með hjálm. Það er bara svona rushar inn, þá ertu kannski kildur nokkur sinnum. Skilu, þú veist, þetta hefur ekki áhrif á hvernig þetta fer með höfuðið þitt. Til þess að fólast skurða og skalla. Það gerir ekkert meira. Allavega frá, þú veist, mér skilst það. Þannig ég skil ekki alveg svona já, allir að vera með hjálm. Mamma mín er ekki stór aðdáandi því að ég segi fyrir að missa hjálminn. En þú veist, það er bara stærra skotmark. Það er meiri líkur á að sé eitthvað truflað í bardaganum. Eins og Huldur myndist á, þú veist, með hjálminn, það böggar maður sér það alltaf. Það er alltaf, þú veist, eitthvað að böggar mann, þú veist, hjálmurinn og skotnir jafnvel, en þú veist, það er yfirleitt hjálmurinn. En þú var ekkert að losna úr skónum þó þú sétt komin í Elite? Nei, þetta er ekki. Kannski þetta var tvítugur eða eitthvað? Já, getur verið. Kannski. Hvað er þér, Hildur, að konur þurfa alltaf að vera með höfuðhlífar? Mér finnst það sexist. Já. Þetta er eina bara út af því að það er búið að rannsaka fyrir kalla, en það er ekki búið að rannsaka fyrir konur. Þannig að get ekki tekið af út af því að það er ekki búið að rannsaka það, held ég. Já, það er eitthvað vingill. En hvað er eitthvað efst? Það er, þú veist, konur kílulausar. Þannig að akkur eftir konur ekki að mega að vera hjálms. Þannig, þú veist. Já, ég geti ímyndað mér eitthvað mjög sexist ítala að útskýra hvernig þær eru með, þú veist, minni bein og eitthvað. Já, minni heila og eitthvað. Og það er bara, eitthvað. En ég minnst alveg skrýta því að ofta er eitthvað gert á rannsóknum á köllum eða bland og eitthvað og svo er það alhæft yfir kynnin, sko. Ekkert eitthvað svona þar sem kalla og sér kallarannsóknir og sér kvennarannsóknir.
Mér það alveg svona spes vinkill, sko. En, já, þú veist, kannski hafa þær hugsað þetta bara þannig. En ég alveg pínu sammálega, sko, þetta ég sexist. Ég var mjög hissa þegar ég frétti af þessu. Það líka samt, sko, það samt byrjað, þannig að mótið sem Elmar minnum við fór á. Nóel fór á. Það voru konur, ekki með höfljár. Já, þannig að það byrjað að þróast aðeins. Í hvað landi var það? Það var á Spáni. Það var fyrsta skiptið ever á svona stóru móti, held ég. Það sem þetta var gert. Veitu, var það Boxam? Já, Boxam Junior. Boxam Junior? Nei, það meikar ekki sens. Nei, það meikar ekki sens. Það er U19. Já, þannig bara Boxam. Ég held að hafa reyndar, það gæti að hafa verið mótið sem Elmar fór á. Eða einhver svona, þú veist, til dæmis eins og það var alveg Elmar og Nóel sem fóru á okkar mót og það var ekki með þessar reglur. Það voru bara elítkonunnar, engin höfuglíf. Lúkuðu fæn fyrir mér, sko. Já, ég myndi ekki segja það fyrir framann, hildi ég. Það var bara lúkað fæn. Þú veist, það var lúkað meira... Men það orðið mín hérna til kontekst. Það lúkaði ekkert öðruvísi frá mig hjálm. Nei. Það var bara fínt. Þess líka kannski verið að konur vil ekki fá skurð. Ég hef heyrt það líka einhvers veginn. Konur vil ekki fá skurð til hugsa meira um lúkið en svona akkur væri þá í sportinu. Já. Er þú ekki bara mér drullu saman hvernig ég líti út? Já, það er samt alveg góð vingill. Er það ekki bara, ekki bara stefna á Spán og keppa þar sem að þú færð að losna höfuglíf annar og fæst maður sunshine í leiðinni og... Ég veit það ekki. Veistu það ekki? Ég veit ekki hvað mót þetta er, alveglega. Nei. En ekki það, ef þú stýra á móti sem er við höfuglífið. Hérna er ekki eitthvað svona sexist pigs. Myndu ekki vilja keppa á því móti? Jú, ég var til að keppa því. Prófa það. Já. En ég hef ekki sparrað án hjálm. Ég veit ekki hvernig það er. Það sé ekki mikið munur. Nei. Ég hef play sparað og hannig en ekki, þú veist, hard sparað. Þannig að þegar maður keppað fær maður alveg högg í sig, skilur við. Já, algjörlega. Og eins og Benni segir, skiptir ekki það miklu máli, sko. Þegar maður kannski bara spennuna. Þú hljómar bara eins og einhver spennufíkill alveg áðan, sko. Áðan, það bara, það er meira spennandi að taka sér hjálminn og það. Já, það er skemmtilega. Já. Sko, ég fæ hjartað þegar ég horfi á boxbardaga, sérstaklega bara eins og bikarmótinu eða eitthvað. Eins og þegar þú varst að keppa móti hérna Eyþór einhvern mann og bara hann var að reyna að taka yfir hausinn. Ég fæ bara, hérna, það er eitthvað móðuræðil sem kikkar inn og ég bara fer að gráta, sko. Jú, það má vera, skilur við, en höggin voru svona þung, skilur við, og það bara, og við bara, manni þykir vænt við þykir vænt krakkana mína, sko. Já. Hérna, já, bara þannig, sko. Þannig að, hérna, geggjað, en svona drauma destination, Hildur, ef að, bara, Benni, þú fær svo að það er, þú veist, drauma destination og drauma mótið til að taka þáttu. Góð spurning. Ég var til að keppa HM. Já, ok, það er gott mót. Ég var að vonast að myndi koma með eitthvað svona, ég fann lítið krummaskuðin í Króatíu með eitthvað svona underground shit. Ég var til að fara þangað. Bare knuckle. Það er fucking, ok. Til þess að komast á HM, hvað þarf að gerast? Ég veit það ekki einu sinni. Ég þurfi bara að qualifya eða eitthvað, sko. Qualifya eða eitthvað, sko. Ég fer bara mótið. Ætlaði að ræðska svolítið á bara hver vinnur Íslandsmeistar? Það verður náttúrulega ekki. Nei, Íslandsmeistartitlinn er svo lítill, sko. Ísland sendir ekki neitt svona officially til á HM, sko. Nei. Það er það bara Davíð landsliðsþjálfari sem að ræður þessu og velur á bara Eiríku sína, eða hvað er að frétta? Vonandi ekki. En þetta er náttúrulega, þú veist, við erum ekkert, Ísland er ekkert komið að þetta stig. Þú veist. NM, sko. Nei, þú þurfur ekki að vinna hérna NM eða eitthvað, þá farið þátt ykkur eftir, eða vinna eitthvað svona minna regional mode, þú veist, eitthvað svona. Já, ég veit það ekki. Allan áður maður fyrir að hugsa HM, varst að tapa NM og því er ekki verið að fara stærra mót. Nei, já, það er mikið senn. En fyrst því, Benni, hvert líkur draumurinn? Bara draumurinn í boxi? Eða bara því í amfjallinum? Mótlega síðan svona, hvað langar að keppa, skilu? Þú veist, ég get ekki eitthvað. Þú veist, eina sem ekki svona raunhæft séð fyrir mér. Þú veist, ég get ekki ímyndað mér að ég muni keppa það lengi að ég muni treysta mér að fara á HM. Byrðir þetta búin að setja bara dagsendingu svona hvernig þú hættir að keppa? Nei, þú veist hvernig ég hætti að keppa amateur. Já. Nei, þú ert að fara í elít núna. Já, og þú veist, mér langar að fara lengra en amateur. Þú veist, það er náttúrulega draumurinn. Já, að fara pro. Já, mér langar ekki að hugsa mér neitt annað heldur en, bara núna, mér langar ekki að hugsa mér neitt annað heldur en að gera þetta sport. Mér langar ekki að vinna í
bara á leikskóla eins og ég núna eða í bónus í einhver ár mér langar að keppa að gera eða fá borgað fyrir það Þau finnst ekki gaman að sinna þessum krökkum Nei ekki beint fínt að lita ekki hörmulegt langar að drífa þig pró eða þú veist, langar ekkert að áorka einhver ákveðna hluti sem amateur áður fyrir pró mér langar ekki að, þú veist, rusha neitt skilur þú veist, ég sé enga ástæði í því þú veist, eins og að vera, þú veist undercooked amateur, skilur eða undercooked pro, ekki búin að keppa nóg í amateur það svona frekar hafa reynslu við, þú veist, topplega skilur sjá toppgaurana finna fyrir því allan saman að tapa þú veist sko mót, eitthvað heimsmeistaramót endilega en svona á þessu leveli þar sem það getur bara verið hver sem þú veist, saman hversu góð hann hvort sem ég er svona rétt svo sama level en ég eða þú veist 1000 mílum á undan mér bara finna þetta level, sjá hvernig mér líður á móti þegar getur maður þú veist, transitiona yfir okay. En þú veist, Kolli var að segja mér til dæmis Kolli Pro sem sagt hann ég ætli 20 6 árið 7 reyndar og já þú veist við reyna að komast eins hátt og ég get og allavega að finna sjá hvernig það að keppa þessu dúða síðan get ég þarna Mér finnst það hljóma eins og bara mjög góð ráð, eða ekki? Sko ég er náttúrulega við svona fyrir Kolli en aldrei viðurkenna að Kolli sé að fara að gefa góð ráð og svona eða hann sé klár strákur sko Hvað gerir Kolli þér? Hann alltaf kallað hann gay fyrir að vera í Já, Kolli Já, hann var bara sko til að mynda, skilur byrjum það, skilur Svo bara ég alltaf bottom bitch í öllum keppnisverðum og eitthvað Ég frétti það að, þú veist, kameragauðarnir hans hafi verið að búlja þig Það er botninn af fæðingatriðinu, sko Já, það er svolítið keisið, sko Já, það var svolítið keisið Þannig ég mætti í ykkur keppnisverð þegar hann er fætt í Finnland, sko og ég svona, hey, what up, eitthvað og þú veist, og kameragæðina sem hefur greinilega verið sko lægstur í fæðikeðjunni var bara geðveitt sáttur að fá mig inn byrjaði bara að búlja mig strax og var bara svona hluti af the cool kids þannig að og Kolli bara var bara sáttur með það þannig að já, ég er með svona bíf Er það ekki allir? Já, ég kom með nýtt bíf með það sko Er þú komið nýtt bíf? Já, hann sagði að snilda betti mitt það bara verið lucky guess þannig að ég var svona með þetta hvort ég ætti að skora á hann í barda Já Ég myndi nú ekki fara það langt Já, ég er samt eða sammála Kolla þetta var lucky guess Nei, þetta var genius Mátt skora mig bardaði Þetta var educated guess Já, má segja Það er ekki, þú veist, í rauninni er ekkert meira heldur en gísk í bardaði þetta Það myndi kalla þetta educated guess Er ekki hvað neitt í bardaði Það er ekki, þú veist, í bardaði þetta það er ekkert meira heldur en gísk, sko Getur ekki bara verið svona í munvinna Jó Þú veist, það eru, þú veist, bara það sem maður getur sagt það, en það er aldrei að fara að vera 100%. Það er fáið sem að sko, maður spilaði jafn mikið á þetta borð og þú. Ég er bara, hrættur að þessi þáttur verður bara rosalega taktviss. Ef að, ef þú verður ekki hætta þessu. Já, fann að læka á sumum hlutum og... Já. Allt of technical. Nákvæmlega. Gaman að þessu. Herru, að þið spurðu svona út í trúlofurinn eitthvað áðan þannig að ég var svona velta fyrir mér svona ég var svona að hugsa þið voru leiðin þáttinn og ég lá svona upp í rúmi hvað myndi ég vilja svona brúðkaupsleikur það sem að cool X hrikalega að er þið tilbúinir í hrikalega skemmtilega brúðkaupsleik þú varst bara svona þú varst í þessu brúðkaupi þarst þarna ekki að gera neitt síðan kom þessi leikur og bara svona þetta er það sem að podcasti á að vera já byrjar að skrifa niður strax bara glósa leikinn algjörlega já ok hvor er líklegri til að gleyma svona sambandsafmæli eða svona sérstökum viðburði sérstökum textinni Ég myndi segja hann Við glemdi því sko þannig Hildur er það hútuna eigið svona official svona sambandsafmæli Þú veist official já svona hvenær við byrjum saman já
9. apríl. Nei, þú ammæli þá. 3. apríl. Þetta er mjög svona scrambled á milli. Þetta höfuðhöggin, Benni. Við blípum þetta út. Já, þannig að 3. apríl. Og glimtið þið 3. apríl bæði? Nei, það þetta er bara eitthvað. En samt, við erum ekki saman í ár. Nei. Ég skilji. Ég bara elska það að Hildur gefa nú svona lúk, svona. Hann byrja eitthvað svona, já, það var nú Icebox og ég fór að spjalla um gæja og eitthvað og Hildur bara, byrju, hæ? Ok, Benni er líklega til að gleyma svona sérstökum viðburðum og... Já, ég held það. Já, það er ekki komið reynsla á þetta. Nei. Benni, þú setur þetta í Google kalendarið þitt. Nei, ég er ekki, það maður ekki segja, the sharpest tool in the shed, sko. Já, ég held að Arnór sé ekki mála því. Það var mjög sharp. Með höndunum. Sharp með höndunum og sharp hreyfingar. Ekki hérna uppi. Nei, hvað er ykkur líklegri til að plana svona romantic getaway? Hann. Ertu með svona romantísk bein í þér, eða? Þú veist, ég er bara meira svona, ég nenni ekki að vera heima, ég veit. Þú veist, vera bara einhvers staðar annars staðar. Benni minn, þú ert að alveg hrigalega. Það er svona, við fórum í bústað þarna. Já. Þú veist, ég rættaði bústaðinum, sérstu 2 skiptin. Þú Við fjölskylda þín á hann. Hey baby, ég var að redda bústaði. Þetta er fjölskyldubústaði. Gægja, hérna byggir ég alveg svona sambandsráð. Við erum nýlega. Þess að sést þetta. Já, svona myndir. Já. Ekkert virka neitt svakalega vel. En við svona eins og þegar plana date, það er ekki svona, ég hafði ekki að gera, ég nefndi ekki að vera bara með kæri svona nefnir bústað, skilur við. Þá segir baby, ég er búin að hugsa um þér lengi, þú veist, byrja þetta svolítið stórt. Þannig hérna til að brenna mat haldið. Já. Benni, þú ert bara, wow, þú ert on a roll. Ég er selling. Er þið mikið eldur svona, eða? Eldið þið saman? Nei. Þú veist, þegar við vorum að kötta, þá var mikið... Þannig að þú elda hakki í dag, Við erum svona að gera örbylgjumat, sko. Já. Það er ekki nóg gott. Það var mjög mikið, bara svona, ég skal gera hrísgrjónin, þú gerir hakkið. Setið hakkið bara inn í... Nei, hver fær hann á það? Svona kjúkling, tilbúinn. Og hendur hann með örbylgju, en er hann ekki eldar þegar fá hann? Nei, bara svona, þú veist, í krónunni eða eitthvað, bara svona 3 í pakka. 3 kjúklingar í pakka, ég hef ekki séð það. Þetta er kjúklingabringur. Litla kjúklingabringur. Ég er ekki að fá 3 hænir enn í pakka. Þetta er mjög bann. Já, geggjað. Hérna, hvað er ykkur líklega til að gráta? Þetta er, já. Ok, getum við farið yfir listan kvikmyndir sem Hildur hefur grátið yfir? Eða því að mér hljómar eins og þetta sé bara... Ég er ekkert alltaf. Það er sko með svipur að benna. Við vorum... Líklegri. Við vorum ekki bara að tekjast eitthvað ósalengi. Og hann við horfðum á síðustu seríuna í Young Sheldon. Spoilers ahead. Spoilers út af... Mömmurnar þurfa að passa sig. Hérna... Pappir. Pappin í... Þetta er ekki komið út á Netflix en þið eru samt búin að sjá það? Já, við fórum bara hérna á neti á PlayStation, við þurfum að horfa á það. Sko. Já, ekki á íslenska Netflix. Við erum ekki bara búin að sinna unreleased Young Sheldon. Kíkur inn. Wow. Er þetta ekki bara eitthvað joke þættir eða? Nei. Þetta er ekki grín. Þannig til pappin deg. Já. Shit got serious. Shit got serious. Það er ekki Það voru bara eiginlega heila seríu fyrir öllum hlustundum 5. lótum. Það er spoilers ahead, sagði við. Já. Á 10 sekundar takkan. Já, elsku tremið. 10 sekundar takkan á Spotify-inu og þau bara pappin deyr. Vesen. Hvað er líklega til að vinna rifrildi? Gáðu það hvort annað? Nei. Mér finnst það henni finnst það er aldrei rifist. Nei. Þetta er líka svona honeymoon phase. Það er ekki bara saman til Hanskana. 3. apríl á næsta árið.
Hvor er að byrja að hlæja þegar þið eru eða einhverju ástarbúblu bara. Já. Ég var svona það er fyrir út í mig þetta er aldrei eitthvað bara svona Hvað gerir hann sem buggaði svona? Ég man það ekki sko. Það var ekkert alvarlegt sko. Hvor er líklega að eyða of miklum pening í eitthvað sem þið þurfið ekki? Ég Benni, ert þú bara Ég er að selja á engan pening Já, engan krónur Ég er að vinna sko í viku hérna á þessum leikskóla bara fyrir einhvern aur Sko bara á leiðinni heim frá Danmörku seinast þá sáum við Viktor frá Akranesi hlaupa framjá Ekobú Rastlbús Svo við Viktor hlaupa framjá Hvað er það? Station 5 Við tjekkum á búðinu, þetta er bara eitthvað svona danskt Elko eða eitthvað Þetta er ekki Elko þetta er eitthvað dans, svona ráftækjabú og þau voru með eitthvað, þú veist, tax free og 20% afslátt eitthvað á öllum vörum ef þú veist, passaðir í einhverja 3 flokka bara svona, ef þú ert utan Evrópusambandsins ert að fljúga til land sem er fyrir utan Evrópusambandsins og átt passport í landi fyrir utan Evrópusambandsins og þá bara fengum við bara bingo shut up and take my money eða bara 50-50 Nei, og það kostar bara 50% og þetta kostaði sko þetta kostaði 50 skall PlayStation 5 Þannig við þurfum að keppa Já, þetta er bara 2 viðbót fyrir mjög síðan var þetta mjög sniðið að sleppa við tollin á Íslandi með því að rífa kassan upp á flugvellinum Myndgun til sín PlayStation 5 Geggjað, hérna sko, hvor er líklegri til að segja ég elska þig fyrst eftir rifrildi? Hann Já, ég held að það var bara fyrst Hann gerði eftir viku Eftir viku? Lilla grút múslan þín Já Sko, ok Hvernig gerði ég það? Já, Póstin er reitn Póstin er með platarn og snúta Sagði við hana, ég kefti ís fyrir í kvöld Hún sagði, já ok Snú Bombaði brúð Þetta er náttúrulega Ég sagði Nei, Þú varst ekki eitthvað dragan að menna tjötna Ég var bara eitthvað ánæður Þú varst eitthvað ánæður Ég var bara eitthvað í góðskapi Það var eitthvað hrigalega í loftinu Já Það er eitthvað, ég spurði út í eitthvað Nei, eitthvað mál Ég bara bombaði út Skipti ekki að manni Hvernig brást nú við? Það er the selling point þetta Ég fekk ekki að heyra það tilbaka Átt Þið vorum að vera saman í viku En ég sagði samt 2 minútur setna Nú var svona klassið svona og mér var skæð með þér Thank you Þú ert ágætur Og þú ert bara topp náingi Tjöðli fyrir Ok, þannig að hérna ég vil ekki hafa þennan lið mikið lengri en Benni sko stígin utan hver er alltaf grænendu í bíómyndum En það winnaði að láða þessi Það er bara eftir Það er gott sko Mér finnst þú hérna góður að hafa hérna eftir viku Já Það er útrúlegt að því að sko Biggi segist aldrei elska mig Eftir sko eins og Biggi, hann síða segir það ekki Það er rétt Ég vil að segja hafa áherslu á myndinni hérna til hægri Það er reyndar þessi fræga mynd hérna það átti ég Það er actually næknir Já Þetta er bara Natural Já Nákvæmlega eins og þú sér þetta var þetta Það tekja fram ég ennþá 17 ára sko Sameina, já Er of seint að snúa þess að myndu við það? Já Við sko við verðum að Við höfum fengið einhvern undir 18 þá höfum við falið hana sko Földu hana þegar Já Sem er sexist að þegar Gabriel Varen kom Greið litlu Elsku drengurinn maður Ég held að það sé sexist í hinu áttinu sko að Gabriel þurfti að horfa á þetta Já, það er ekki auðvöld að vera strákur Sérstaklega ekki Ekki vera ungu drengur Nei
Svo hendur hann Já Yes Hvernig kemst ég heim? Við bara einhvern veginn gerum ráð fyrir að Gabi komið sínu 18 ára Gabi Geðu ykkur borgu óttans Greið einhvern Já, Ertu mjög rómantískur í þér, Benni? Já, ég vona það Þú veist, ég get ekki upplegað mína rómantísku því miður. Hvað svona stærsta svona romantic gesture sem þú hefur gert? Hvernig gefur það þér? Ekki horfa á mig. Ég veit ekki. Ég langar ekkert að horfa á þig núni. Nei, ég veit ekki sko, þú veist. Ég bara splæsa á dinner eða eitthvað. Ekkert eitthvað. Ég sko ætlaði einu svona að köpa blóm og ég glemdi því. Ég hef aldrei gefið blóm. Okay. Á degi eða eitthvað, var þetta eitthvað svona? Deginum eftir að eitthvað. Ég var að þjálfa á móti eða eitthvað. Sem voru bara að bruna heim á hoppleipjóli eða eitthvað. Hann ætlaði ekki að koma með bílpróf. Nei. Ég var að bruna heim til hann á hoppjóli. Og leiðina það. Hann búinn að Ég elska hugmyndunum þig á hoppjóli mögulega með blómmundi hendinni sko. Já, gæðu. Renn og degi Þú keyrandi og komið bíl og svona. Arnór hefur mikið kallað það að Hildur er the man of the relationship. Já. Mikið sagt í hafa. Nei, þú er bara rúntað í blómbúðir og komið blóm og bara ristandi. Finnst þér að hafi... Nóni, hvað ertu gamall? 30. Ristandi. Ég veit ekki. Það er líka hvernig á að vera byggi fyrir ykkar aldur. Þetta á að vera þannig sko, en hérna ungu krakkarnir í gyminu svolítið fresh. Já. En svona með hvernig þú brást við þegar ég sagði rist. Nei, þú leði ekki. Ég gerði það líka. Krakkarnir í gyminu. Ég þjálfa náttúrulega, ég aðstoð þjálfa. Og hvað, viltu ekki læra af yngri kynslóðinni svona hvernig á að vera hipp og cool? Ég er með minn eigin TikTok-account. Ertu með þinn eigin TikTok-account? Já, stór strákur. Já, pass ekki krakkar, það er badass í stúdíónu. Það er ekki að nota mömmu e-mail. Ok, það er hérna fair point. Skemmtilegt. Hérna... Já, nú er hérna árið að líða, eða liðið. Hvað fannst ykkur svona standa upp úr á árinu í hnefaleikum? Bæði og... Mér fannst það sem góður. Gegn úrstig? Já. Ég horfa á hann live, geði ykkur fætt. Og ég mun að horfa á næsta live. Já, bara núna á laugardaginn. Ætlaði að koma í mínigarinn? Ef við komumst. Við komist? Já. Farið í hvað? Skötuveisla. Jaha. Ok, borðuðu þið skötu? Ég borðaði, hann borðaði ekki. Ekki? Það ætlaði að gera svona mæta þetta heimið á mér. Gauður, þú var að mæta og borða skötun og take it like a man. Já, nú mætið þú í námskeið hjá mér líka. Já. Ég ætla að eita plokkfisk og vera ánægð með það. Já. Ég ætla að mæta þig, Hildar. Ég mæta það. Ég og nonni komum í staðinn. Þannig að þú ert ekki skötukall? Nei. Ég aldrei fengið með hana. Senast þegar ég fór skötuveislu var ég sko 9 ára eða eitthvað. Já. Mamma mín fílar ekkert skötu og ég fílaði, ég bara þoldi ekki lyktina heim til ömmu minnar eða eitthvað í skötuveislu og þau voru með saltfisk í staðinn en þau bara leiði mér ekki að borða á aðalborðinu af því ég satt bara inn í eldhúsi aleinn með pott af saltfiskur fram mig og pinkulítinn disk stakk hann, sett hann á diskinn minn og reyndi bara ekki að kúast að menn ég var rétta Nei. Þú verður að gefa skötunni sen sko af því að lyktin á skötu og bragðið skötu eru ekki það sama sko og að þú er ekki fílað að það var svona 9 ára. Já. Þú veist, núna eftir svona... Þú veist, ég gefði sen, þú veist. Þú veist ekki að segja, ég ætla ekki að... Új. Það var engum momentum sko. Ég alltaf að horfa á þig. En þannig að, þú veist, ég gefði alveg sen. Þessi plottur sem verður þarna hljómar meirinn svona. Passar betur fyrir mér. Þannig að þú ætla að vera svona fastur á barnaborðinu. Já. En aftur að hnefaleikum Hildur, hvað? Hvað bæði? Þú ræður. Take your pick.
Láttu þið dreyma og fóru að sleppa að svara þessu. Á Íslandi? Mér fannst Haffi og Viktor mjög góður. Ég ætti að tala barðaðinni þeir. Bikarmótið, fyrsta sem var svona ákvörðun að vann en Búatýr voru alveg brjálæðir. Svo kláraði bara fyrstu lótu, svo... Já. Þetta var bróðum. Já, ég get ekki að... Sterkur til bakamaður. Já, það er mjög gær og högþungur eins og alltaf. Já. Þú sagði það á landinu. Það er alveg, þú veist, það er annarsæti, ég veit ekki alveg hver það getur verið, ég get ekki sett henni í annarsæti bara núna. Það er alveg verið frekar. Pound myndur setja hann ofar en Elmar. Ég vil setja Haffa bara bestur. Bara, hann er bara, mér finnst hann bara vera svo viðbjóðslega góður. Þú veist, og ég fengi, þú veist, og ég sé hvernig hann æfir, ég sé allt þetta, skilur. Hann er í 2 vinnum. Og að, þú veist, vinna, þú veist, keppa á þessum mótum og hann er líka bara mökk stressaður, ná ekki. Þannig, þú veist, þess fyrir bardaga, þú veist, ég er líka alltaf að kúka á mig fyrir bardaga, þannig... Er það ekki bara gott? Jú, maður á að vera eitthvað stressaður. Hvernig er það ekki stressaður? Ég var ekki stressuð síðast ekki eftir. En svona yfirleitt? Já, ég er alveg stressuð þegar ég er úti. Stundum. Finnst stressið hjálpa þér eða er það... Nei, ég skýt bara á mig, sko. Eða það, verður verri eða? Já, miklu. En finnur þú minna stressu út að keppa hérna heima, segir þú? Já, líka bara við hvernig ég er að keppa við og þannig. Það er ekki stressað að mæta Eriku? Nei, við erum alltaf búin að sparra, þú veist, 1000 sinnum, sko. Og keppa... 10 sinnum. 10 sinnum. I got you back. Og þú veist, ég veit að það er ekkert að fara að gerast, skilur við. Hún er ekki að fara að slá mig niður eða eitthvað, skilur við. Nei. En er hún ennþá komið þér óvart, það? Já. Hún er því? Já. Það var... eða ertu bara alveg kurteis? Hvað meinar þú? Já, ég var ekki séð neitt svona einhvern veginn hrista hausinn samt kinka kolli, ég verður svona eitthvað, maður bara, Já, ok. Já, hún kemur alveg óvart. Stundum, sko. Já, en þeir eru bara mættilega bara ennþá að bæta ykkur og svona. En er þetta ekki svona skemmtilegt matchup að það að gera, skilu? Þið getur svona æft í sikur hotni kannski yfir árið og mest svo einu sinni á árið eða eitthvað og sé hvernig staðan er. Það er ekki bara góð lending, eða? Það er með að það er betri hugmyndir sem ég fyrst. Nei, ok. Nei, hvað láta það flagga. Láta það bara flagga. En hún sagði þegar hún vann á Iceboxinu núna síðast að þetta væri síðasti bardaginn milli ykkar, þetta væri bara búið núna. Ert þú sammála því að langa þér að mæta Ég langar alveg að keppa bara það sem ég get á Íslandi, sko. En þú veist, ef ég skrifa mig á bikarmótið og hún vil ekki keppa með mig, þá getur hún alltaf ekki skráð sig og þannig að fæ ég bara bardaga ef það er einhver annar. Já. Værirðu annars bara default bikarmeistari eða engin annar skráð sig? Nei, það bara keppir ekki. En þú veist, kannski ef það er einhver annar, en þú veist, í 54 er eins og það er alveg einhverjar svona upcoming, skilur við. Þú veist, eins og, já, þú veist ekki, mín þínflokk, ég veit það ekki, Emla Mariam, hún er alveg góð. Já, byrjuðu hún á Akranesi? Nei, hún er í Keflavík. Keflavík, já. Hún er góð því ég sparraði við hana einu sinni. Já. Hún er frá Daða þá í Keflavík. Hún er bara svona koma inn, skilur við, en hún er þar í U19. En ég held hún, já, ég veit það ekki, hvort hún er á efra ári eða undan, eða, þú veist, efra en neðra. Ef þið gæti keppt ef hún er á eldra ári? Efra. Já. Já, ég held það. En eru engar eldri, svona, þú veist, sem eru fyrir elít bara býð eftir ykkur Eriku að koma til að berjast það? Ég held ekki, sko. Nei. Það er bara eiginlega engar stelpur. Allar stelpurnar á Íslandi sem ég veit að það er ég, Erika, Íris, Salka, Mariam, Valgerður. Ég held að það sé bara einu svona active. Svo alltaf Helena Pereira og hún er í Bógatýr, það eru kannski stærri. Já, ég veit ekki hvað það er. Nei. Það vantar aðeins meira inn í
inn í kvennasinnuna sko, í bóksi. Já, og það líka svo erfitt sko, út af því við erum alltaf með, ég er með 19 barda, þá náttúrulega erfitt að fá barda ef það kemur einhver á Íslandi, þau náttúrulega bara kannski með engan barda. Já, ég veist bara að láta þau að ykkur berjast bara á öllum mótum. Það ekki bara máli. Já, mér finnst alltaf skemmtilega bardagar, sko. Einhvern veginn, ég alveg að skýta í mér þegar þið byrjuð, sko. Mér finnst alltaf jafn spennandi, sko. Mér svona, já. En erum við þá komin með þig á þann stað að það bara að fara að flytja inn stelpur? Ef eitthvað vill berjast, þarf þú þá bara annað að fara út, eða bara... Já, það hefur eiginlega bara verið þannig, sko. Eða að við erum bara að keppa úti. Já. Við erum alltaf ekki búin að keppa síðan 2002. Og síðan núna bara. Já, var það síðast bara, áður en þið mættist þarna á bikarmótinu, þá var það bara síðast þegar þið voruð þarna á Icebox fyrst skiptið? Nei, sko, við kepptum á bikar- og Íslandsmeistaramótinu á 2001 og Icebox, síðan bikar- og Íslandsmeistaramótinu 2002. Já. Áhverð, ok. Já, það er skemmtilegt, það þarf að fara að gera eitthvað í þessu. Getur þú ekki bara að identify þessum kona og farið eitthvað leifa Hildi að berja þig? Kanski. Já. Ég verði til að sjá það. Ég til að sjá sko boxbar milli þín og Hildar. Já. Ef ég myndi henda Bigga í hringinn gegn þér, myndirðu taka hans á honum? Ég veit það ekki, sko. Já, ég held að. Já, hvað, myndirðu ekki, sko, ég myndi bara henda Bigga inn í hringinn, bara, Hildur, buffa hann bara. Myndirðu? Ég veit það ekki. Benni, hvað segir þú? Þú tekið mig? Já. Nei, þú veist, það eru örfáir sem hafa svona hitt mig með skoti í magan og ég verið svona, það eru örfáir, þú veist, það rétt 5, þú veist, ekki, ég ætla ekki að segja eitthvað mikið meira 5 sem hafa einhvern tíma svona, láta mig finna það í magan. Maður náttúrulega finnur það alveg eitthvað smá, ég hef aldrei verið smá svona með verk í svona 5 sekundur, fyrir þannig svona 5-6 manns og hún er með þeirra. Hún er sko 30 kílóum léttar en ég. Ja, 25, 20. Þú er líka svipur, maður. Shit. Já, geggjað. Þannig að, já, ég held að ég sé bara tómur af spurningum svona, og yfirheyrslu. Já, ég líka eiginlega bara. Já. Rétt aðeins að lokum, sko. Ég ætla að henda einni svona klassi, svona, ég finnst bara svo gaman að spyrja hvort myndur. Auðvitað. Það ekki. Ég þarf eiginlega þetta er að velja eitthvað gott, sko. Ég er alltaf svona aðeins filteraður þegar ég er að spyrja stelpur, sko. Ég er bara að sleppa þessu bara. Nei, það er ekki fallið. Hvað, örnum með tippi eða? Nei, þetta er alltaf klúrið eitthvað sem ég er búin að skrifa niður. Sko, ok, Benni, byrjum á þér. Hvort myndirðu frekar óvart vilja óvart senda mömmuðinni klúrin skilaboð eða fá óvart klúrin skilaboð frá henni? Klúrin skilaboð? Já, svona sext. Ég veit það ekki. Ég er ekkert eitthvað, þú veist. Þú verður að velja. Ég held mig grunn að það er ekkert möguleiki hérna. Nei, það er. Sko, ég ætlaði að senda mömmunni linkin á þetta podcast og hafa hann að hlusta, en hugsa mótið því núna. Já, þú bara byrði mömmunna sérstaklega bara að hlusta ekki. Já, skipaði yfir 1 mínútu og 8 mín. Já, skipaði yfir á 1:10. Nei, þú veist, Þú verður bara óvart að fara að mér finnst ég frekar að geta blokkað á út að hafi gest ef mamma hefur gert það með því þá get ég frekar svona látið eins og hafa aldrei gest og þá er ekkert problem. En sko, mamma og pabbi minn ég er ekki að fara að fá að ég held að ég muni deyja áður en þetta djók deyr. Það er sko ekki láta mig vera yfir hlutum stundum heima. Nú, er það klúður á hlutum eitthvað? Nei. Hefur þið sendt óvart klúrin skilaboð? Nei, mér bara líður eins og ég myndi ekki að heyra endan á því. Nei, þau myndi stríða þér endalaust. Já, þú veist, ég myndi aldrei fá að heyra endan á því. Ég myndi alltaf bara, þú veist, á viku fresti bara, börri. Sen kemur eitthvað djók til mér svona, ha. Þannig að þú myndir frekar vilja fá frá skilaboð frá mömmuðinni sem átt að frekar hana? Mér langar ekki því að frekar, en, þú veist. Þú tekur þannig option? I guess. Ég skil þig. Hildur, hvort myndir frekar bara geta kysst með alveg galopin augun eða alltaf með tunguna langt úti? Galopin augun.
Það hljóðast eins og þú gerir það bara sjálfvildi. Já, bara kominu. Ok, síðan það. Sko, ég elska hvort myndurspurningar, þannig ég get gert það endalaust, sko. Já. Þannig Mér finnst það að vera mjög skemmtileg hluti þegar það spyrja Haffa. Já, með Disneyland og eitthvað, já. Fyrir sætari, Benni Alex. Já, ég vildi ekki Ég hef aldrei heyrt eins fljótt svar. Og þegar það spyrst hvor er sætari, ég Alex. Já, og hann sagði Alex. Bara eins, ég aldrei heyrt neitt svona fljótt svar. Og varstu bara, hei. Smá svona, en svo heyrði ég Disneyland. Það myndi frekar taka mig þangað, ég svona, ok. Myndi frekar það líka. Hljómar, já. Sko, ein spurning til þín, Benni, áður en ég fyrir að loka þessu. Hvort myndir frekar? Sko, vilja svitna óstjórnlega þegar þú verður pínu æstur eða flissa alltaf óstjórnlega þegar þú ert að kissa? Bakka aðeins, hvað fyrir hlutinu áttur? Ef þú myndir svitna óstjórnlega þegar þú verður pínu svona spenntur, skilur við. Já. Þú veist, þegar gleðin... Ég var ekki bara að flissa, sko, ég svitna nóg þegar það er bara, þú veist, meira en 5 gráður, eða ekki 5, þegar það er eitthvað smá, þegar opnin er stiltur á 2, alveg að fara að deyja. Þannig að þú tekur flissið, en þú vildur. Það ekki. Flissið. Þið tvö saman. Ok, mjög skemmtilegt. Er það ekki bardagapodcast? Jó, en þú veist, mér hefur alltaf langað að vera með svona 5. lotan eftir dark og svona tala sambandsmál og svona. Já. Og maður kan hafa svona, þú veist, therapy. Já, þú ert fyrst í kunninu minn. Já. Þeir eru komin í hjónabánsrákjöf. Já. Saman í 1 ár, aldrei rifist. En ég hef ekki getur lagað þetta. Það væri kannski góð hugmynd, þegar þið byrjaði að rífast, þá komið í þáttinu við bara útkjáða málin. Já, jú. Ég er til í eitthvað svoleiðis, eitthvað svoleiðis við þeim. Hver er besti boksarinn landsins, finnst þér? Ekki Benni. Nei, en hver er besti kvenkyns boksari landsins, Benni? Hildur Kristín. He passed the test. Gægjað. Herri, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Hrigalega skemmtilegt að fá okkur í þáttinn. Gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt nýtt ár. Og vonaði að þið hafi ekki farið overboard áramótin. Nei, drekkum ekkert. Nei, þannig að ef ég hringi í ykkur flekaður áramótin, þá get ég treyst á að Hildur sé á bíl. Gægjað. Herri, eitt að loka. Hvað er svona drauma bardagi fyrir ykkur 2 á næsta ári? Segjum að sé Icebox, hvað viljið þið fá? Bara hvernig myndum við að keppa þið? Já, eitthvað ákveðin Íslending eða er eitthvað, þú veist. Sko, þetta er alveg mikið af svona gaurum sem ég hef alltaf svona byrjað virðingu fyrir í sportinu sem ég er búinn að vera að keppa við og er að fara að keppa við. En þú veist, ég keppti við Noel, ég hef alltaf, finnst það að vera góður og síðan var ég svona, what, 975? Og það voru mjög góður fights að mínum mati, sérstaklega þess að fyrsti. Og þarna, þú veist, ég er þannig séð á ég brosið á nonna sæta ég hildi þannig. En þú veist, ég á næsta byggamóti á ég að vera með baráttamóti í Ísak. Djöðlir til eða maður. Búin að frétta það? Nei, ég var að hugsa, sko. Það er eiginlega Mér skilst það þú veist, það er svona, við verðum skráðir í svona flokk. Það meikar svo mikið sens, sko. Já, líka bara skemmtileg fænt, gaman að koma með. Síðan, þú veist, á ég að keppa bara helgina eftir það á Golden Girl og verða The Golden Girl. Spenntur. Og svo keppi ég vonandi aftur og 2 ára viðbót í Ísak. En svona, fænt sem er ekki alveg svona beint strax að fara að gerast, en svona gæti alveg séð það fyrir mér að gerast. Þú veist, við erum í sama flokk og við erum í lít. Það er Elmar. Hann er þarna. Og það er alltaf mjög svona áhugavert, skilur, því að hann hefur keppt, þú veist, hann hefur búinn að vera að keppa svo mikið meira, svo mikið lengur en ég. Þannig að það er svona, þú veist, það er, þú veist, ég hugsa út í að það smá eins og þessi fjarsýnt, en það er miklu nær heldur en ég held að það sé. Þú veist, ég gerir mér ekki grein fyrir því. Það er kannski því að ég er aðeins, þú veist, þróaðari og ég er ekki bara 9 ára en 18 ára. Þú veist, já, ég byrjaði að borga skatta í seinum mánuði og nú er ég að fara að keppa ermagauta. Þú veist, þannig, mér finnst líklegt það ekki, veist. Og það væri, ég trúi að það væri góða fænt. Já. Ég var mjög spenntur. En, eitt í einu, Ísak. Já, ég er mjög spenntur fyrir því. Já. En fyrir þið heldur, það er vantilega bara Erika, aftur, again and again. Já. Hver var í drauma við Erika?
Á Íslandi? Bara, máttu velja hvað sem Mér langar að keppa múti Cecíliu. Hún í Danmörku. Aftur. Ég búin að keppa hann 2 sinnum. Fyrsta fætin var close, annar fætin sögðu sumir að ég hafi unnið hann en mér fannst ég ekki samt vinna hann. Davíð sagði ég unna hann. En síðan horfðu við betur að en það var hann að gæla sem fór út á NM. Ég átti að fara móti henni Icebox síðast. Ég veit það ekki. En ég sagði nei, ég var ekki búin að æfa. Og hún alveg á hálefili, sko. En, já, hún. Hún fá Cecíliu frá Danmörku? Já. Ok. Ég sendi henni skilabóð og reyna að láta það. Ekki málið. Það ekki góður eða? Jú, ég held það. Geggjað. Herru, krakkar. Geðveikt gaman að fá ykkur þáttinn. Sorry hvað ég var erfiður. En svona þetta bara. Já, takk fyrir að koma. Já, Hildur Kristín og Benedikt Gylfi. Hrikalega gaman að fá ykkur. Ég bara gleði nýtt ár og bara sjáumst á þér. Takk fyrir.